Já, Kári, 4-0 sigur, þú hlýtur að vera í skíunum. Já, ég mjög sáttur, sérstaklega að það hefur verið svolítið á brattan að sækja á okkur, þannig að það mjög gott að ná sigri og þetta var mjög erfiður leikur. Við þurftum að leggja okkur alla fram og það var vinnusemin í dag sem skilaði sér. Ég held að Garri hafi hlaupið ykkur 16 km, hann var bara út allan völl. Þannig að það akkurat svona sem þetta þarf að vera. Allir út allt og allir með öllum. Þannig að það var vinnusemin sem skóp hennar sigur? Já, ég myndi segja það. Já, fyrst og fremst. En var eitthvað öðruvísi upplag í þessu leik heldur en þessum leikjum sem hafa undan? Nei, það var bara að vera að vinna í svolítið svona gera hlutina einfalt á æfingum og þetta var að virka, menn voru jákvæðir á æfingum og það skilja sér í leikinn í dag fannst mér og það nú oft bara fínt þegar það ekki gengur rosalega vel að taka upp vinnuhanskana og hlaupa og djöflast og menn voru að gera það í dag. En nú voru ekki búin að vinna leiki í 2 mánuði, var það komið á sáluna? Nei, ég meina við vorum ekki búin að vinna voru það 2 mánuðir alveg. Tæpir? Já, nei, maður hugsa bara næsta leik og sem betur fer náðum við að sigra í dag. 17 stig eftir fyrirumferðina er ekkert svo slæmt. En þú sjálfur hérna með mark Já. Og haldar hreinu það ekki bara jákvætt? Jú, það er mjög fínt og Doddi gaf mig frí í gær og æfingu, þannig að ég þakka honum traustið og setti 1 fyrir hann í dag. Þannig að hins vegar er líka mjög ánægður að halda hreinu og það er mjög jákvætt. Og nú er næsti leikur á móti Breiðablik. Hvernig leggst í því að mæta gömlu félagunum? Það verður bara mjög skemmtilegt. Ég sem betur fyrir fékk ekki spjald í dag. Ég er að 3, þannig að ég þakka fyrir það og maður kemur alltaf tvíeldur í þá leiki. Og það verður bara hörku skemmtilegt að mæta heim. Til hamingju.